Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að penningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrir umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þessa þáttar Kolbrún Sara Larsen. Kolbrún einn stjórnenda hópsins Fægir á Íslandi, hjúkrunarfræðingur, annar stjórnenda hlaðvarpsins Peningakastið og sjálf lærður heimilis fjármálafræðingur. Þetta ekki ágætis svona samantekt af því hver þú ert? Jú, þetta bara með lengstu titlum sem ég hef fengið. Þannig að ég mjög stolt af þessu. Já. Jú, takk fyrir þetta. Frábært, þú bara velkomin í þáttin, gaman að fá þig. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það þetta sjálflærður heimilis fjármálafræðingur. Ég held að margir geti tengt við þetta, að hafa mikinn áhuga en kannski ekki neina formlega menntun á þessu. Hvenær fannst þér að þinn svona peninga og fjármála áhugi hafi kviknað og hvað var til þess? Sko, ég hef alltaf haft svolítið áhuga á peningum. Ég hef alltaf haft áhuga að sanka að mér peningum. En það sem hefur alltaf vantað að vita hvað ég ætti að gera við þá og hvernig ætti ég að nota þá. Já. Eða hvernig ég ætti að leyfa þeim að vinna fyrir mig. En áhugin sjálfur og á þessu sviði í raun og vaknar þarna, hvað ég segja, desember 2019 cirka, nóvember, desember, þá ég nýbúin að eiga barnið mitt, yngsta barnið mitt og ég hafði einhvern veginn bara nægan tíma til að bara vera að grúska á netinu og einhverju. Svo setur hún vinkona mín, eða þá kunningakona mín, hún Gógó, sem hefur komið inn í þáttunum. Já, varum við hérna einum af fyrstu þáttunum mínum. Já. Og hún setur inn einhvern alveg ofboðslega klísukendan link og ég náttúrulega fyrir að horfa á þetta því ég hef náttúrulega ekkert annað að gera og ég hugsa alltaf líka ef að Gógó setur eitthvað inn þá það eitthvað sem ég þarf að sjá eða lesa því að hún svo skemmtileg. Og þannig að ég bara kíki á þetta og það merkilega að þetta alveg greip mig. Eins klísukent og amerískt þetta var að þá hugsaði ég bara þetta yfirlýsingin var svolítið þannig að ertu gerðu til að gera meira en að borga reikninga og deyja. Akkurat. Og ég hugsaði bara ég hlýtur að eiga við bara mig líka. Þannig að ég bara og það stóð sko Fægir og eitthvað svona alls konar hugtök, þannig ég fór bara að googla þetta. Svo þegar ég var búin að googla í smá stund og svona aðeins að sökka mér smá onni í þetta, þá hef ég samband við Gógó. Bara jæja Gógó mín, nú verðum við að ræða saman. Og síðan höfum við bara ekkert hætt að tala. Já. Þannig í raun og vaknar áhuginn, það bara henni að þakka. Og þetta þannig að sko 2019 það auðvitað svolítið síðan, en þetta ekki og við rættum það hérna áður en við skrúðum frá hljóðnemunum að þú ert alveg svona búin að kynna þér þetta alveg í tölverða svona, það aldrei dýft í þessu hjá þér sem þú búin að skoða. Já, ég fór dálítið hastalega í þetta og eins og ég vitna nú kannski Gógó hennar bara aftur eins og hún segir að ég sé svolítið manísk og það alveg laugrétt hjá henni. Ég alveg gríðarlega mannsk, þannig að ég fór í það bara að googla, horfa á YouTube, hlusta á podcastætti, reyndar erlenda, en það var alveg nóg af svona efni við sem maður gat flett upp og jafnvel líka það blogg þannig sem hún benti mér á sem Mr. Mustache. Money Mustache. Mr. Money, já, alveg rétt, Mr. Money Mustache. Svolítið langt síðan las það reyndar síðast. Ég fór náttúrulega að las það bara frá byrjun ásamt öðru. Þannig að, og ég hafði nægan tíma, þetta var kortur í COVID, en ég var samt í fæðingarólofi. Akkurat. Og barnið mitt svaf bara í 9 tíma, líka við fyrir fæðingu og hverjum einasti nóttu og náttúrulega plus 5-6 tíma á daginn, lágmark. Þannig að ég sá allavega andliti á barninu mínu, sko. Og þá nýtti ég tíman í þetta meðan allir voru í skóla og vinnu og svona. Allir aðrir. En þannig að ég bara, já, það má eiginlega segja, ég hafi bara lært þetta bara sjálf, hvernig ætti að höndla peningana og í raun og persónuleg fjármál. Og það einmitt áhugavert sem þú segir sko, að þú hafir alla tíð svona haft, þú veist, bara eins og fólk flest, lagt því fram að safna aðrir peningum, en það þetta, hvað það sem hvernig maður heldur í það og hvernig maður fær þá til að vinna fyrir sig. Já, ég var alltaf meira svona safnaði og svo bara, ég var svolítið í það að ferðast, þannig að markmið var alltaf ferðast.
ég meina eins og með háskólanum þá fekk ég lín eins og margir, en ég vann líka alveg óhemmi mikið með og það var ekki til þess að borga niður línið, heldur það var til að ferðast. Þannig að ég náði alveg nokkrum sko löndum þarna meðal annars Afríku og ýmsu öðru á meðan ég var í námi. En ég átti alltaf nógan pening. En ef ég hefði nú bara vitað það sem ég veit í dag, að þá hefði ég kannski skrúfa aðeins niður í neyslunni. Þannig að en eins og maður segir, það er aldrei of seint að byrja að hugsa þetta. Nei, akkurat. Áður en við kannski förum út í það hvað að því þú hefur bara, þú hefur gert töluverðar breytingar á þínu lífi í þessu markmiði að draga úr eyðslu og auka tekjur og svoleiðis, þá þú vaktir athygli mín á því að þetta leitin að þetta er ekkert nýtt, leitin að peningunum er já, þetta er ágætis nafn, en þú átt mjög stóran þátt í því að þættirnir leitin að upprunanum verða til, er það ekki? Jú, ég á í raun og veru hugmyndina. Já. Og í raun og veru sko þar kviknar í raun og veru bara áhugin minn á að leita mínum forfeðrum eða fjölskyldu og ég bið hana Sigrún Ósk að koma bara með mér í þetta ævintýri. Já, einmitt. Og hvernig svona hvernig hófst þetta ferðalag? Hvernig byrjaði þetta? Hverju skal ég byrja á? Það er raun og veru forvitnin mín að vita hver ég er. Og það byrjaði náttúrulega bara kannski fyrst og fremst vegna þess að ég átti sjálf orðið börn og manni langar auðvitað alltaf að vita hverjir eru í raun og veru blóðtengdir manni. Hvernig hefur það áhrif á mann sjálfan, bæði lífstíl, sjúkdóma, arfgengi og allt þetta sem að eitthvað sem allir aðrir gátu gengið að sem vísu. Já. Það var eitthvað sem ég hafði enga hugmyndum og sem að kemur svo í ljósa, ég veit ekki eins og hvernig ég er fædd. Nei. Og ég veit það í raun og ekki ennþá. Það finnst manni rosalega sérstakt. Já, það er náttúrulega bara eitthvað sem að ekkert vola margir geta sett sig í þau spór að vita ekki. Þannig að ég get ekki spurt eins og hvernig unga barn ég var. Þú veist, þannig að ekki hvað ég er stór. Þannig að þetta allt saman, þetta er þegar maður verður foreldri sjálfur þá verður maður einhvern veginn að fá að vita þetta. Og það er bara ákveðið svona púsluspil sem maður þarf í raun að fara að leggja upp og bara sjá heildarmyndina. Það er eftir því sem að maður eldist bara sko, þú veist borin og barnfæddur á Íslandi þá verður ættfræði áhugi alltaf meiri og meiri að horfa eftir í ættir og það verður alveg svona ég held að öllum finnist sko, þeir sem eru eldri en þeir hafa óbærilega mikinn áhuga á ættfræði en ég get ímyndað mér að þetta sé sá áhugi tekin á í rauninni annan stað af því þetta er svo fjarri. Já, þetta er svona svolítið, held ég bara eins og má ég sletta annar level eða bara sko, þú bara veist bara ekki neitt, skilu, þú getur ekki eins og spurt foreldreina hverju voru ammi mín og afi, hvernig voru þau eða þú veist náttúrulega ekkert bara hvernig pabbiðin var, skilu, hvernig var hann sem uppalandi jújú, það getur auðvitað margir tengt við það kannski, en eða bara móðir mín, ég meina, ég veit ekkert var hún góð mamma, skilur eða, þú veist, er hún svona eins og ég, skilur að þannig að það er bara svona öðruvísi hugsanagangur kannski hjá mér heldur en hjá þeim sem er að leita að þeim sem að voru tengdir þeim aftur í ættir, þú veist, var ég skild einhverju skáldi, skilur, það er eitthvað sem einhver annar er að spá í. Ég er svona meira, mér vantar að vita hvernig fólki var í raun og veru. Það var bæði útlitslega og bara hugafarslega. Já, akkurat. Og þú ferð þarna og finnur þína fjölskyldu í Tyrklandi einmitt. Já, ég finn hana loksins þannig 2016 og þá er hún búin að vera að leita mér í gríðarlega mörg ár. Okay. Og pabbi náttúrulega búin að vera og öll systkini mín búin að vera að leita af því að ég hann fær alltaf svo kallaðan kostningamiða heim til sín og með kennitölni minni og bara mínu raunur ID-númeri. Okay. Eða kenninúmeri og
þar alvegandi gera þau alltaf ráð fyrir að ég sé það einhvers þar og alltaf ef að systur mín að sáu einhverja stelpu úti og þeim fannst hún lík mér eða eitthvað, þá voru þær alveg vissum það væri systir sín, skilu, þær eru nefnilega eldri en ég og muna eftir mér. Þannig að þegar ég loksins finn þau, að þá er þetta bara, hvað á ég að segja, bara algjört sjokk fyrir þau líka. Já. Það er náttúrulega bara, gangi ekki pínu svona áfall. Ég get ímynda með það. Þannig að þetta er mikla tilfinningar. Já, en gleðilegt einhver síður að geta gert þetta, ímyndaði mér. Já, algjörlega og þegar maður heldur að hjarta sitt geti ekki stækka meira, sko, þá er allt í einu heljarann að plási í brjóstkassanum fyrir stærri hjarta. Það verða einhver fleiri hólf þarna til sem að, þú vissir ekki af. Það er alltaf pláss fyrir meira hjarta, held ég. Já. En komum þá aftur inn í peningana með þessi markmið, þessi hreyfing, þessi hugsun, FIRE, það sem stendur fyrir eins og hefur nú komið fram hérna, financially independent, retire early og það sem hugsunin og hugmyndafræðin er að eignast nógu mikið af peningum til þess að geta öðlast svona, já, í rauninni fjárhagslegt sjálfstæði, vera öðrum sem minnst háður eða bara algjörlega óháður öðrum fjármál. Hvaða breytingar hefur þú gert svona í þínu lífi til þess að nálgast þetta? Sko, við fórum svolítið svona all in, eins og maður getur sagt, að við byggum nú hreinlega bara á Húsavík á sínum tíma, svo ég fari úr einu í annað, að við vorum nýbúin að kaupa okkur stórt hús, gríðalega flott og stórt hús af foreldrum mínum. Við vorum líka nýflutt frá Danmörku og tókum með okkur lán þaðan. Já. Og einhvern veginn vorum við bara í þessu lífi bara að gera það sem við heldum að við ættum bara að vera að gera. Það er að borga af þessu öllu og bara lifa í þessu stóra fína húsi og allir bara kátir. Já. Nema hvað, þegar ég fer að svo ræða þarna við Gógó á sínum tíma og bara fer einhvern veginn, það fer allt á stað. Bara heila börkunum brennur yfir þarna á tímabili. Að þá fer ég bara svona að reikna þetta allt saman. Ég fer að taka saman ársútgjöldin mín og innkomuna og bara sko, og setja þetta pínu svolítið í samhengi við lífsgæði versus bara hvað ég svo vildi ekki. Sem að í raun og veru þýddi það að ég sá að mín lífsgæði voru ekkert ofboðslega mikil það sem ég var. Þetta fólst aðalega í því að einhver svona utanakomandi lífsgæðum, það er að segja dauðum hlutum, stóru húsi sem við þurftum að borga alltaf mikið af og bara til dæmis fasteignagjöldin, þau voru bara alveg gríðarlega há og ég hugsaði í þeim líka sko, borga fasteignagjöld miðað við svo hvað við fengum í staðinn fyrir að búa þarna, þetta bara hékk ekki saman í mínum huga. Þú veist, og þá að því að ég var komin með þessa hugsun að þá þurfti ég að losna við þetta og ég setti pínu svona ég setti bara einhvern veginn allt á stað, ég fór að skoða bara hvar fasteignagjöldin voru á öðrum stöðum, bara til dæmis þetta var svolítið svona manníst en og til dæmis bara Akureyri, þá sá ég það að við þyrftum að borga næstu því helmingi minni fasteignagjöld á ársgrundvelli sem að skipti bara ótrúlega miklu máli fyrir fólk sem var ekkert með hærri laun heldur en við að þá og ef við myndum minnka við okkur húsnæði og jafnvel reyna að eignast húsnæði sem að var með jafnvel leigutekjum og ég nefnilega setti orðið bara allt svolítið í samhengi við var þetta fjárfesting eða var þetta skuldbinding. Akkurat. Og það sem við vorum búin að koma okkur í var svolítið skuldbinding. Það er að segja húsið okkar, bílinn okkar, allt sem við vorum að gera, allt sem við keyptum okkur. Það var allt saman skuldbinding og eftir því sem við áttum meira, þeim mun meira þurftum við að fara að tryggja. Þannig að
Þannig að þetta sogaði til sín peninga. Algjörlega, allt saman og þetta var í rauninu bara orðið eins og svona djúpur hylur einhvern veginn í mínum huga og ég þurfti bara endalaust að borga. Ég tek það líka fram að ég var náttúrulega nýbúin eignast barn á þessum tíma og ég átti pínu erfitt svona andlega séð. Okay. Og ég tala alveg opinskátt það líka. Þannig eins og ég segi, ég hafði ofboðslega mikinn tíma ein með sjálfri mér að fara ofan í öll okkar mál. Bæði þetta með fjármálin að þegar ég fór að endurskilgrina lífsskilyrði og versus bara eða lífsgæði þá fór ég líka að draga svolítið saman hverja ég umgengst. Ég fór að velja mér meira það sem skiptir mig máli. Þannig að það þurfti að gefa mér eitthvað og ég þurfti að geta gefið líka tilbaka. Þannig að við ákveðum þetta að selja bara allt saman, koma okkur út frá í raun og Húsavík og yfir til Akureyrar og þar kaupum við þessa helmingi minna húsnæði sem við búum núna í og með henni fylgdi auka íbúð. Og þarna var ég strax búin að sjá minnka fasteignagjöldin, þarna gæti ég allt í einu að fara að nota leiguna upp í afborgunar á íbúðinni. Og þær hafi mitt öruglega lækkað líka. Og það hefur svona lækkað náttúrulega gríðarlega. Og við náttúrulega fórum líka bara í svona alls konar svona skoðun á lánum, þú veist, ég var bara miklu meðvitari og meiri þekking á öllu sem að viðkom lánum. Af því að eins og ég segi þetta við skulum bara skiptast við í 2 parta, þannig í nóvember 2019 og desember 2019. Í nóvember var ég skósóli í fjármálum. Í 2019 desember þá bara það var eins og kviknaði eitthvað ljós. Þannig að ég vissi ekki hvernig lán virkuðu og ég skammast mér fyrir að segja þetta. En núna veit ég það og ég veit við gátum svolítið svona skoða þetta í sameiningu, ég var ekki bara einhver hlutur sem eða þú veist, einhver manneska sem fylgdi bara með. Ég hafði actually stjórn á okkar lífi. Og bara það eitt að hafa stjórn á sín lífi veitti mér ótrúlega mikið frelsi. Og það ómetanlegt. Og ég segi það oft við Gógó þó hún róðni nú alltaf við þessu að hún í raun og veru bjargaði lífi mínu. Bæði hvað var það fjárhagslega og svo andlega. Hún var þarna hverjum einsta degi og gætaði mér svolítið eða leiðbendi mér bara svolítið áfram í lífinu og fjármálum. Hvernig leið þér þegar þú fórst í allt þetta? Það var rosa átök. Þetta var alveg átök því að getur rétt einhvern veginn ímyndaðar, þú veist, við vorum nýflutt frá Danmörku og allt, þú veist, með eitthvað hús þar að bakinu, við tókum með okkur einhverjar, ég meina marga milljónir. Ég meina við erum að taka með okkur, þú veist. Af lánum þá? Af lánum. Af því að við gátum ekki, við þurftum í raunur að, við byrjum reyndar að því að leigja húsið okkar og það gekk ekkert upp og þannig að við þurftum að selja það undirverði. Við vorum búin að eiga það svo stutt. Og við bara tókum með okkur þetta lán og ég skildi ekki lánið. Nema að þetta lán bar 9,5% vexti. Lánum frá Danmörku? Já, af því þetta svo kallar forbrúslán. Og það eitthvað sem svo algjörlega ótengt. Það danska fyrir lán sem ætti að vera ólöglegt? Akkurat. Það bara, þetta svo hryllilegt. 9,5% vexti? Já, þetta bara gerist alveg verra. En í minni innfeldni, og þetta svo hræðilegt að setja upp átt, að ég hélt í alvöru að heildarupphæðin væri 9,5% ofan á heildarupphæðina. Þetta var náttúrulega leiðrétt leið og ég kynntist mannsku sem þekkti þetta. Þannig að ég var að borga 9,5% á ári af allri upphæðinni sem að snýr svolítið dæminu öðruvísi við. Býttu við, nú þarfst að útskýra betur. Hvernig virkar það? Segjum sem svo að þetta eru 10 milljónir og ég held þetta væri 9,5% ofan á það sem ég þurfti að borga þá og það væri búið að deila þessu niður. Nei, það ekki alveg aldeilis þannig. Þetta
9,5% af eftirstöðum á hverju ári. Borgar þetta tilbaka. Já. Þannig að þú ert að borga 9,5% af 10 miljónum sem eru 950 fyrir ekki, já. Já, á Fyrsta hverju ári. Vá. Já. Og þetta, ég veist að mér langar stundum bara svona, ég hrista þessa heimsku af mér, sko. En þetta eitthvað sem ég þurfti bara að gangi gegnum. Að þetta borgaði ég bara þegjandi og hljóðalaust af því ég held að við værum bara ekkert svo slæmi málum. Nema hvað, að við komum þarna til Íslands og við einhvern veginn náum svona pínu að safna okkur peninga því við kaupum íbúð tiltölulega fljótt sem var ódýr og svona. Við náðum að safna okkur pening þarna, ég fer í bankan á sínum tíma og spyr bara, ég er búin að safna svolítið pening, hvað á ég að gera við hann? Hjálpaði mér, ég var alveg þar, hvernig get ég, á ég að borga inn á eitthvað lána eða hvað er best? Og á þessum tíma var danska krónan 16 krónur eitthvað svoleiðis. Þannig að bankastarfsmaðurinn í ónefndum banka sagði við mig að já, sko, þetta nú ekkert svo voðalegt af því að danska krónan svo lág. Þannig ég myndi nú bara taka í róli og reyna aðeins að létta ykkur lífið og gera eitthvað skemmtilegt. Ég meina, það er að koma sumar og svona, þetta er ekkert voðalega líklegt að þetta sé eitthvað endilega hækka. Og ég náttúrulega bara, já, frábært, geggjað, við förum til Tenni. Þannig að við bara pöntuðum okkur Tenni ferð. Og þegar ég lít tilbaka þú hristir hausinn? Ég hristi svo hausinn og það er mjög svo hræðilegt. En þarna var ég náttúrulega bara ginnkeypt. Já. Því ég bara vissi ekki betur og ég skildi þetta ekki að ef að ég hefði nú bara vitað, eins og ég segi áður, að vita hvað ég var að gera, að þá væri ég búið með þetta lán. En svo er gengisáhætta þarna inn í spilinu og gengið náttúrulega hækkar upp á öllu valdi. Þannig að lán sem að stóð hjá okkur, segjum bara 10 milljónir, er allt í einu komin í 12. Já. Alveg saman þú borgir, skilur. Þannig að þetta er svolítið skellur og þegar maður fara að hugsa þetta eftir á. En já, ef við komum aftur að því afhverju í raun og sko, hvernig þetta hafi verið að taka þessi ákvörðun, þetta var strempið af því að við vorum nýkomin, við vorum nýbúin að kaupa hús, foreldrar mínu búa hana og að rífa börnin aftur upp, skilur við, ég á 3 börn, að rífa þau aftur upp einhvern veginn með rótum og færa yfir í nýtt bæjarfélagi, það reyndar sama tungumál og ekki svo langt frá. Sama. Þetta er samt sama, þau þurfa að kynnast nýtt. Skreppur ekkert á milli Akureyrar og Húsavíkur? Nei, ekki alltaf alveg, nei, þannig að það voru ekkert allir alltaf sáttir. Nei, einmitt. Og ég þurfti alveg að taka stóra mínum oft. Já. En samfæningi mín var svo sterk og ég var búin að setja þetta upp í mitt Excel-skjal sem er virkilega hrifin af, að þá var ég búin að reikna út hvernig lífi væri á Akureyri eða hvernig lífi er það á Húsavík með öllum þeim útgjöldum á ári. Og við bara sáum það, við gátum spara okkur þarna allt upp í 3 milljónir með því að fara til Akureyrar. Á einu ári? Á einu ári. Með því í rauninni fyrst og fremst þá að selja stærra hús? Já, kaupa okkur minna, vera með leigutekjur, geta hugsanlega borga þetta lán niður sem að danska láni var. Já, og lækka þannig vaxtabyrðina. Já, og svo tók ég líka inn í með fullri virðingu fyrir Húsavík, en ég ætla ekki að tala það niður. Nei. Heldur bara, það voru herri líka frístundagjöld, styrkurinn hjá Akureyri. Ég tók þetta allt saman inn í. Og svo voru við líka að kaupa ferðir í göngin. Já. Valstu þá á Akureyri að þessum tíma? Nei, maðurinn minn var að vinna á Akureyri. Já. Þannig að hann þurfti alltaf að keyra á milli og bara ef við þurftum að sækja okkur eitthvað, það var það alltaf, það kostaði alltaf bara hellingspening. Og þannig að ég var til dæmis að fara líka bara í bónusferðir til þess að spara okkur einhvern nátt. Akkurat. Þannig að ég tók þetta bara algjörlega í nefið og ég reiknaði þetta upp og ég sýndi manninum mínum bara svart og hvítu. Og hann hefur bara verið til í þetta?
Já, kannski ekki alveg fyrsta samtalinu. Nei, ekki alveg fyrsta og það þurfti smá fortölur. Já. En mér til hafs að þá maðurinn minn mjög klár, bæði peningalega og fleiri sviðum, að hann er náttúrulega bara miklu klárar en ég í peningum. Þannig að já, það þurfti ekkert svo sem mikið að útskýra neitt fyrir honum sko. Þannig að og við vorum í raun og bara komin til Akureyrar fluttanga með allt okkar hafutask á innan við ári. Frá því að þið hófuð þetta hugsunarferli? Já, frá því að ég hóf þetta hugsunarferli í desember. Þannig desember 2019 verður desember 2020? Já, það í raun og var það í september 2020 sem við erum í raun og taka þá nýju íbúðinu gegn. Þannig að það er rétt rúmt ár núna? Já, og þessu stuttatímabili vorum við búin að borga alveg helling niður í lánum og að danska láni við söksum mjög hratt á það. Þannig að ég var einmitt að kíkja bara á það núna í gær að síðan þetta ferli byrjaði að þá vorum við búin að auka okkar eignastöðu gríðarlega. Bæði með borgarnir lán og auka við okkur sparnað og eignamyndun. Þetta er alveg sko mjög aðdánavert sko, bara, svo ég segi það og þetta er eitthvað sem að ég upplifi að fólk sé ekkert, það stekkur ekkert á að gera svona. Nei og það var morgun sem hans ég alveg klikkuð sko og þannig að trúðu mér, ég þurfti alveg svolítið að svona, það er ekkert auðvelt að segja við neitt, ég ætla að flytja vegna þess að við ætlum að eiga meiri peninga. Eða það er ekkert rosalega auðvelt. Nei. Og þú gerir það bara ekkert við hvert sem er heldur. Þannig að ég þurfti bara pínu líka að nota hvíta líf. Það kemur í ljós núna hérna. Já, ok, heyrðu. En það er allt í lagi, ég er bara stend algjörlega á mínu og nú er ég bara örugg í mínum fjármálum. Já. Og mínu lífi og okkar lífi. Þú veist, við erum miklu hamingjusamari í dag. Þannig að eitthvað líður betur á nýjum stað. Algjörlega, öllu leyti, já, algjörlega. Og þú segir að það hafi svona þurft smá fortölur, en eru þið samstiga í þessu annars almennt? Já, við erum mjög samstiga í þessu í dag, algjörlega, og ef ég má koma því að, það er líka mjög sorglegt að segja hversu, þunn ég var í peningamálum, en maðurinn minn, hann var að hugsa þetta áður en hann kynnist mér. Ok. Og að hann var að hugsa að hætta að vinna milli 40 og 50. Já. Nema svo kynnist hann mér og ég kem inn með einhvers konar hugsunarhátt að lifa og njóta, að taka hvern dag fyrir sig og upplifa sem mest. Jú, og það er alveg gott og gilt og maður getur alveg gert það, skilur við. Bland, já. Nema hvað þetta var svolítið dýrt hjá mér allt saman. Við þurftum að gera svolítið margt sko, sem að kostaði bara peninga. Oft út að borða, oft í bíó, ofta í leikhús, skilurðu, margar uttalansferðir. Og ég meina hann bara fylgdi mér. Þannig að Ég var svo góð maður. Já, ég var bara óbúslega góð mann. Þannig að þú veist, en hann já, þú veist, við höfum bara átt góðan tíma, skilurðu. En nú er bara smá breyting. Og þú setur þetta allt saman í samhengi við þessi lífsgæði að þú, ef ég skil þig rétt, að þá upplifir meiri lífsgæði að því að vera fjárhagslega örugari og betri stað heldur en allt hitt. Já. Ég man, sko, ég hef fengið alveg nokkra skemmtilegar svona fjárhagsráðleggingar og það var til dæmis þegar mér leið svona eitt af mínum leiðilegu mómentum hann á í myrkrinu Húsavík í miklum vetri og snjó og eitthvað, ég talaði vinkonu mína þetta sko þetta var bara eitthvað þungt og leiðilegt, þá sagði hún við mig, hún er alveg yndisleg, hún er góð vinkonu mín, en hún sagði við mig, veistu þetta Kolbrún, þegar mér líður svona að þá fer ég bara oft á neti og panta mér eitthvað skemmtilegt, svo býði eftir og fæ pakkan og þá líður mér óslega vel og ég bara, já þetta er geggjað sniðugt. Þannig að ég fór bara og pantaði mér ógeðslega dýrt ljós sem að ég fekk heim til mín og ég fekk það reynda svolítið seint, þannig að í millitíðinni fann ég þessa hugsun, skilur, og hennan tilgang
að ég bara seldi ljósið leið og fekk það í hendunar því að þú veist, ég hafði ekkert enga unun af því að fá þetta, skilur, og ég hugsaði bara, vá, allur þessi peningur í eitt ljós og þetta gerði bara ekkert fyrir mig og jú, ég tengi þetta svolítið saman því að til dæmis það, nú hef ég ekki keypt mér föt í að verða 2 ár og ég man bara eftir það er vel gert. Já, takk fyrir það, ég örugglega lengur, ég bara man ekki eftir að hafa tekið eina ákvörðun, skiljum, en ég tók ákvörðun hann í byrjun desember og ég sagði manni minn, ég ætla ekki að koma föt í 2 ár, nei, 1 ár, sagði ég reynda fyrst. Hann bara, já, einmitt, Kolbrún, ég ætla að taka þetta upp. En þú hefur forherst við það. Já, ég er svo mikill uppreisnarseggur, sko, að ég bara ákvað það þá að það yrði þannig að ég myndi ekki koma föt. Og ég staði við það og það er að koma annað ár, eða sér þetta er að verða búið þetta annað ár. Já. Ég er alveg game í næsta, sko. Já, okay. Og mér líður bara ótrúlega vel, þú veist, með minna mömmu finnst ég oft púgó, en það er alltaf læg, þú veist, það er bara hennar mat. Mér líður svo vel í sjálf, sér að innriða með mér í dag. Þetta er ekki lítil þörf til að flagga einhverju ríkidæmi, þú átt meiri peninga og líður betur með það frekar en að eyða því í eitthvað. Já, og ég meina, en eins og ég sagði við því áður en við byrjum að, þú veist, ég er samt algjör byrjandi í þessu, að mörgu leyti, þú veist, ég er ekkert komin þannig að ég geti fara að hætta að vinna innan skams. Þetta er ekki þannig. Þetta er bara svolítið svona hugsunin að fara að hætta að skulda alltaf einhverjum og eigna peningana einhverjum öðrum heldur en sjálfum sér. Já. Þannig að já. Það er þetta fjárhagslega sjálfstæði. Þetta er meira ótrúlega heillandi konsept. Þetta er bara óbúslega og með þess að fallegt konsept því að það að vera fjárhagslega sjálfstæður eigur náttúrulega bara frelsið þitt. Það hlýtur að auka veljan líka. Það er líka margt í þessu sem að sko gera það verkum að fyrir að velja meira svona fólki í kringu sig líka og ég veit að, jú, ég er fertug en maður þarf líka það þarf eitthvað að gerast til sem maður fari eftir því sem manni langar og svo að hætta að vinna snemma, ég meina sko hér áður fyrir, þá hugsaður maður bara já, ég hætti að vinna 67 ára ef ég hef heilsu einmitt. Og hvað svo, ég meina ég er bara búin að horfa ótrúlega upp á marga svona bæði kollega og bara fólk sem er ekki væntum sem að hættir, 67 ára 70, að það var svo gamla að vinna og ætla svo að fara að njóta lífsins þá er það bara ekki í boði. Já, það kann ekki annað en bara að vinna kannski. Nei, það kann ekki annað að vinna og svo bara hefur ekki heilsuna þú veist, þó við séum farin að lifa lengur að öllu jafna þá ertu ekkert örgur það að geta notið þannig að ég hugsaði þetta er bara ótrúlega fallegt, nú ætlum ég bara að fá að leggja svolítið á mig núna í smá tíma þetta er búið að kosta blóð, svit og tár ég skal alveg viðurkenna það og börnin hafa oft verið að gefast upp á mömmu sinni bara hvað þetta sé ömuleg mamma leifa sér ekki að kaupa iPhone-in og allt þetta en þá er þetta bara meira, þú veist reynum að láta okkur líða vel í okkur sjálfum þú veist, mér finnst ég vera að kenna börnunum mínum góðan hug og það líka, þú veist, að mér langar þegar að kemur að því að börnin mín verða eldir, þá vil ég geta verið til staðar og ég vil geta hjálpa þeim hvort sem er fjárhagslega, peningalega eða bara með barnabörnin, skilur já, gefa tíma þú veist, og tíminn bara það dýrmætur. Það er nefnilega það sem er svona í þessu, þetta snýst ekki bara einhvern veginn að nörðla til að nörðla, heldur til þess að eins og ég skil þetta, til að eiga tíman sin sjálfur. Já, og tíminn er bara eins og verðmætur og þú, eftir því sem við eldumst náttúrulega verður styttra eftir við höfum bara ákveðin tíma á þessari jörð og það tikkar það er alveg að tikka og ég hugsa sko ég ákveð í hvað mínum tíma ég ver og alltaf þegar ég beðin að kaupa eitthvað eins og að börnunum mínum að þá segi ég alltaf við þeim ok, ef að þið langar til þess að fá þér hvað ég segja, nýjan leik PlayStation, eitthvað þá er mamma alveg 4 tíma að vinna fyrir hana
jú, ég get alveg gert það skilur, en þá er ég burtu frá þér bara hálfu vinnudagur það er bara hálfu vinnudagur og mér langar ekkert að vera þannig skilur, en þú veist en það er miklu meiri sko hvað ég segja meira gefandi að geta bara verið með þeim en það er ekki fullkomið heimilislífið mitt, þannig að alls ekki þau fá alveg að horfa og vera í PlayStation og svona en það var eitt sem að þarna í desember, mér langar svolítið að koma því að það er svo margt sem mér langar svo að segja bara nógan tíma og, en í desember þarna þá var ég nóvember, þá voru við búin að panta okkur ferð til Tenni aftur og þetta er náttúrulega bara algjör þetta var bara spennandi ferð og ég var reynur pína að kaupa bara það að komast út í sólina þú veist, aðeins að fá byrtu inn í lífið og eitthvað svona verandi nýkomi með barn þarna og allir voða spenntir svo en við vorum samt eða búin að pínu að undirbúa það að við yrðum þá ekki með jólagjafir og jafnvel skórin yrði kannski aðeins lágstemdari eða jafnvel ekki neitt við áttum aðeins eftir að finna út af því og börnin náttúrulega pínu svona reynda mótmæla fyrst, eðlilega sem börn þau vildu hvort tveggja eða vildu bara ekki fara til þau vildu náttúrulega bara fá bæði sko, og þetta verður alltaf verið hefð hjá okkur og bara þeim mun meira gjöfum, þeim mun betra hjá þeim, auðvitað eðlilega hjá börnum en svo settist ég niður og eftir ég sko svona eftir ég fann þessa hugsun eða ég veit ekki hvernig ég á að segja bara upplifði þetta frelsi að ég ræddi við þau að við myndum kannski ekkert vera að gefa gjafir skilur og bara sleppa bara öllu sem að í raunur viðkemur jólunum við skulum bara frekar eyða tíman saman á Tenerife og það var bara hálfu mánuð sem við hefðum saman í staðin fyrir að brjálast yfir opnum einhverjum pakka veist, á 10 mínútum og svo fara allir sitt hverja áttina og alveg trítilóðir og þau ákveða og þau samþyktu þetta þannig að þegar við fórum svo út engar jólagjafir, engin skór og það voru ekki margir sem skildi þetta þú veist að mamma náttúrulega var ekki sátt að börnin fengi nú ekki jólagjafir sko. Þetta er ekki alveg það sem kynslóðunar undan eru að tengja sko. við Nei, og við myndum taka af þeim jólin og hátíðina og svona ég sá þetta bara aðeins öðruvísi þarna og við vorum náttúrulega búin að ræða það svolítið við börnin okkur og þegar við vorum svo út á Tenerife þá segja börnin við okkur og sérstaklega miðjubarnið mamma, veistu þetta var bara alveg rétt hjá okkur bara nú erum við saman og mér líður bara rosa vel ég þurfti enga gjafir það er ótrúlega fallegt já, og hann var ekki nema 7 ára en þú veist þannig að ég er alltaf að reyna einhvern veginn að prenta þetta inn hjá þeim að hlutir skipta ekki öllu máli upp á vissu marki en já þetta er svolítið skemmtilegt því þessi hugsun hún fer mjög mikið saman við það sem að ég er að gera í mínu reglulega starfi. Ég vinn fyrir Sorpu og held það er þetta samskiptamál og þróun og svoleiðis og þar erum við alltaf að keyra á þessu flokkun og endurvinnsla og allt þetta er mjög mikilvægt en það mikilvægast af öllu er bara að neyta minna af drasli, að sóa minna að vera ekki með matarafganga sem að eru 7 daga í ískapnum og fara svo í ruslið og umbúðir og fött og dót og drasl sem í rauninni enginn þarf kannski. Við erum bara að drekja móður jörð í drasli. Þannig að það er svo skemmtilegt að sjá þessar svona það sem, ég held ég örgulega sagt þetta einhvern tíma áður en svona kapitalínska leiðir að hippamarkmiðum. Það er að segja að búa sér til einhverja naumhyggju og velja í rauninni ákveðna naumhyggju en einhvað síður afla mikil að tekna til þess bara að lifa frjáls og lifa naumt það fara saman svona 2 mjög skemmtileg trend þarna já, þetta er svolítið svona mótsagna kent á mörgu leyti sko. en þetta er en í því er svo mikil fegurð já, þetta er í rauninu fegurðin að geta valið og hafa frelsi til að velja fara af hamstrahjólinu og bara vera með sjálfur já, bara geta bara sagt, veist, og ég hef stundum sko tengt þetta við vinnu, ekki það að ég er ofboðslega ánægð í vinnunni minni og ég hef nóg að gera og allt það en ef og maður veit aldrei hvar maður er hérna í frá og eftir 10 ár Akkurat. þá þú hafir áhuga vinnunni þinn í dag þá er ekkert þar með sagt að þú hafir áhuga eftir 10 ár
eða kannski ertu bara komið annan yfirmann eða allir samstarfsmennin sem þú hafðir yndi af að vinna með eru bara farnir. Akkurat. Þannig að ef þú ert í þeirri stöðu að allt inn upplýður þú því bara, veistu, mér langar ekki að vera hennar lengur, að þú getur haft valið bara að segja, veistu, nei, ég bara vil þetta ekki lengur. Já. Og þá gefur þau sjálfum þér svo ótrúlega mikið svona stjórn, skilur, og það já, mjög valdeflandi. Þetta er gríðarlega valdeflandi. Það er alveg rétt og þetta er bara gott orð. Þannig að þetta er bara það sem að ég bara leitt og ljóst bara stefni að. Og þú segist sko, og í tíma er það kannski alveg rétt, þú segist vera nýliði og nýbyrjuð í þessu, en þú ert samt búin að taka mjög svona, þú veist, eins og ég sagði það er ekkert hver sem er sem bara flytur búferlum fyrir eitthvað svona, það er valla að sko, að þú veist, fólk sem er að nálgast 70 eða 80, það hangir á sínum stóru einbýlishúsum og bara vill ekki minnka við sig en er samt í peningavandræðum sko. Svo hugsun hún verður ekki að bara, heyrðu, hvað með bara selja þetta dýra hús og kaupa helmingi og dýrar íbúð og lifa af. Þarna hjálpa mér kannski svolítið letingin í mér að mér finnst óbóðslega leiðalt að þrífa en ég ger það, skilur ég ætla ekki að segja neinum að ég þrífi ekki heima mér. En þú veist, ég bara ég hugsaði bara, við byggum á 3 hæðum alltaf mikið pláss, það er nú ekki allir sammála mér með það, en alltaf mikið pláss og alltaf mikið að þrífa, alltaf mikið viðhald og ég eiginlega bara líka nefndi því ekki. Ásamt, það eru svo margir þættir og X sem eru þannig inn í þessari ákvörðun sko, sem að tekur nú nokkra vikur að tala sko. En þú veist, ég held að það hafa alveg hjálpa líka, þú veist, svona pínuletingi í mér sko. En að því ég vil frekar en ég vil frekar nýta tíminn með börnunum mínum, fólkinu sem ég langar til að vera með og fólkinu sem ég þykir vænt annað skipti mig bara ótrúlega litlu máli í dag. Dýrir, fínir hlutir og það bara skiptir ekki máli. En það skiptir máli að eiga peninga og þess vegna erum við að vinna. Ástæðan fyrir að við erum að vinna er að tjena peninga, þannig að það þarf enginn að segja mér það að peninga skiptir ekki máli. Og ég mun aldrei halda því fram. Þannig að annars bara gætu verið heimið á okkur sko. Akkurat. Og það er eitt og ég hef velt þessu upp áður, það er þetta, þú talar um að þú seljið stóra húsið á Húsavík og þú kaupir íbúð með leigueiningu sem er þá kjallari eða bílskúr eða eitthvað, bara, það er margt sem er þarna í boði og þetta er að verða vinsælla og ég kom inn á það í síðasta þætti með Þorsteini Hermann sem er samgöngustjóri og er að kynna borgarlínuna. Það eru fyrirbæri sem heita hverfisskipulög sem byrjar austast í Reykjavík og var í Árbænum ef ég man rétt og er að fara út alla borgina. Það er verið að breyta skipulaginu þannig að ef þú átti mitt 300 fermetra einbýlishús einhvers staðar í Reykjás eða eitthvað svoleiðis þá getur þú bara svona nokkurn veginn án þess að og kæru hlustendur ekki gera þetta án þess að kynna ykkur þetta, ég tek enga ábyrgð á því ef byggingafulltrúinn í Reykjavík fyrir og skammar ykkur að því sögðu, en þá virðistu geta bara sagt bara, ég ætla bara að reisa þil við stigan og tengja fyrir eldhúsi og bara búa til íbúð í kjallaranum sem að hefði verið meiri háttar vesen áður. Og það sem þetta gerir er að þá hættir íbúðin þín að vera skuldbinding og fer í það að vera sko tekjuberandi eign. Fjárfesting, nákvæmlega. Og þetta er, ef maður skoðar fasteigna-vefsíður og fasteignaauglýsingar sem ég geri vandræðilega mikið af. Já, ég líka. Að þá, þetta er áhugamál, 100%. Nei, þá sér maður að það, og ég held, og að auka íbúðir séu undir verðlaðar. Það er að segja, ef íbúðin sem að þú tekjurnar sem þú færð af því að hafa auka íbúð, þær standa undir því sem þú þarft að leggja út til þess að kaupa íbúðina og meira til. Þannig að þetta er svona smá falin fjársjóð. Já, þetta er smá hacks eins og unga fólki einhver tíma sagði ég held að segja ekki lengur, það segir það enginn en þarna kemur svona
sko, upplifum að svona þessa fræðsluskyldu í manni vegna þess að við höfum þessa þekkingu á þessu og þessa kenningu, þetta er náttúrulega ekki, ég hef ekkert á baku mig, þetta er bara tilfinning en það er svo mikilvægt að fólk sko pæli í þessu. Já, akkurat. Að finna þetta til að geta nýtt penningarna sína betur. Og maður þarf bara að vera með ákveðna hugsun sko, ef maður ætlar að fara út í þetta. Þetta er náttúrulega alls ekki fyrir alla, af því þetta er vinna. Þetta er vinna, já. Það er alls konar sem fylgir því að vera með leigueign. En hún gefur manni líka ótrúlega margt á móti. Þetta, eins og ég segi, já, þetta er bara ekkert allra. En ef að þú sér möguleikan í þessu, að þá getur það verið dálítið mikið, hvað ég segja, arðbænt. Það er ágætis tímakaup allavega. Það að koma þessu í leiguhæft ástand og svo vinna sem þó fylgir þessu. Já, algjörlega, og þú þarft að vera heppin og alls konar skilur en þetta getur verið arðvænt og þannig að ég sko, eftir við byrjum á þessu sjálf, mér finnst þetta algjörlega frábært og þetta er að hjálpa okkur alveg gríðarlega. Akkurat. Og ég mun bara vonandi aldrei hætta þessu skilur en ég hef ekkert alltaf verið á þessum stað að fatta að þetta sé eitthvað sem er möguleiki. Þannig að En mér finnst svo skemmtilegt að því, sko, og ég veit ekki alveg hvort þessi sammálaður að þú sért einhver nýliði í þessu, að því það er alveg rétt, það er stutt síðan að þú byrjar að kynna þetta, en á ekki lengri tíma en frá desember 2019, sem eru innan við 2 ár, þá hefur aflaðir allra þessara þekkingar og aktað á henni. Þú hefur gert eitthvað við henni. Já, ég þarf svolítið að gera hlutina. Já. Og í svo mörgu ef ég fæ hugmyndir að þá þarf ég bara að gera þær. Jú, galli eða kostur, ég veit það ekki, skiptir ekki kannski ekki öllu máli. Ég er áskrifandi að þeirra kenningu að allir kostir sem maður hefur eru líka ókostir. Já, einhverju leyti. Og allir ókostir eru líka kostir hjá mér. Já, það fer eftir hver horfir á. Já, og fer eftir hversu sko mikið hvar á slæternum þú ert. Sko, samvisku sem getur verið orðið smámenna sem við. Já, hvar á spektrum. Og það vera afslappaður getur orðið að leti. Akkurat, já, sem að henda kannski vel í einhverju. Já. Nákvæmlega, en sko það sem að hjálpar mér líka bara talsveit mikið þegar að ég las sko nokkra bækur sem að sem ég mæla alltaf með og Ertu með þér á takteinum? Manstu hvað bækur þetta eru? Já, þetta er bara algjörlega, þetta eru bestu bækur sem ég vel að lesa en J.L. Collins er náttúrulega bara óbúðslega góður höfundur. J.L. Collins, já, hann er með óbúðslega fallega rödd og þú bara alveg líður með honum sko. Bókin hans heitir The Simple Path to Wealth. Já. Og þar kennir hann manni dálítið sko, hann er náttúrulega að kenna manni svolítið á hlutabréfamarkað versus eign og svoleiðis og hann er líka bara að kenna manni ákveðin hugsanagang og villur og þetta er bara ein af, eins og ég segi, betri bókum sem ég hef lesið. Ég ætla að fara að lesa hann aftur algjörlega, því að þetta er bara eitthvað sem að ég væri til að lesa hverju ári. Já. Svo var bókin Quit Like a Millionaire eftir Kristi Sen. Quit Like a Millionaire. Hún er gríðalega góð og ég meina þar er ung kona sem er orðin fær og hún er ekki nema 30-32 ára gömul. Hún er kínvesk. Man er hættur að finnast maður að vera ungur. Já, ég náttúrulega getur verið örglanast í mammanar eða eitthvað, nei, segi svona. En þú veist, hún kemur bara alveg óbúslega fátök umhverfi frá Kína og þau eru innflytjandur, þannig að hún er annara kynslóða innflytjandi. Í Bandaríkjunum þá? Nei, hún er Kanada. Já, og minni mig, ég voni sé ekki að segja núna vittlust, en það skiptir kannski ekki öllu. Við minnum þessi Kanada. Allavega, ég las þessa bók bara á 0-1 því hún var svo skemmtileg. Það er hún að segja bara frá lífi sínu sem náttúrulega fátækt barn sem að lék sér með kókdós og ég meina hún hafði bara kókdós og úr henni drakk hún og lék sér, skilurðu. Og allt sem hún í raunuru, ég meina hún var að spyrja mömmu sinni og pappa, get ég ekki orðið rík eða get ég keypt eitthvað svona og þau bara nei, ekki séns, það er bara ekki þannig. Þannig að og svo farðu þannig til Bandaríkjanna og Kanada og
og það kemur að því að hún þarf að fara að velja nám. Hana langar, og þarna er ótrúlega mikilvægur punktur, hana langar að verða rithöfundur og eitthvað meira sem að ég man ekki alveg hvað er. Þessi saga er að hringja bjöllum hjá mér núna. Það ekki? Jú. Þú hefur örugglega lesið hana eða hefur alltaf heyrt hana. En halda áfram. Já, hana langar svo að verða rithöfundur. Nema hvað að hún fer og reiknar bara dæmið. Hún fer að vera rithöfundur og það eru bara fáir sem komast á þann stað að geta kannski bara unni fyrir sér sem rithöfundur. Þá þarf hún bara virkilega að vinna fyrir því og hefur þá jafnvel ekki tíma til þess að vera rithöfundur. Þetta var bara dýrt. Eða vera verkfræðingur og þá hún setti þetta bara upp í einhvers konar töflu, þú veist, hvað hann fengi mikið fyrir tíman og hún var þá bara ekkert lengi að velja. Hún myndi verða verkfræðingur. Og þar að leiðandi, þegar hún var búin að sjá þetta svolítið fyrir sér, að hún fetaði þessa fægirbraut, ef maður svo getur svo kallað þetta, að hún þurfti ekki að vera lengi á henni, að því hún var þetta mentuð, hafði bara talsvert góð laun. Akkúrat. Og hún bara hætti að vinna. En þá sá hún líka, þau hættu þarna að vinna hjónin og fóru að ferðast. En þá sá hún líka að hún hafði tíma til að fara og skrifa. Þannig að hún gat gert það sem henni langaði mest af öllu til að gera. Hún var bara ekkert vola gömul. Þannig að, já, þetta er svona góð dæmisaga, en þetta er, auðvitað, maður getur ekki tengt vola mikið við þetta, því að þau voru náttúrulega bara mjög ung þegar þau byrja að hugsa þetta. Akkurat. En, já, hvað skal segja, svo las ég bók sem heitir ég man ekki hvað hann heitir, en ég er allan búin að lesa nokkra bækur er varðar bara fægir. Þannig að og þetta er ótrúlega spennandi viðfangsefni. Já, virkilega ef þú væri að tala við annarkvort sjálfaði í fortíðinni eða einhvern sem er að velta þessu fyrir sér að gera þetta, hvað myndir þú segja viðkomandi eða sjálfið þér að byrja á? Hvar væri bara fyrstu skrefi sem þú skal taka, grundvöllurinn að því að geta undirbyggt þessa, já, í rauninni velíðuna tilfinningu að vera að vinna að fjárhagslegu sjálfstæði, hvernig sem maður skilgreinir það og hvenær sem að er raunhæft að það verði, hvar að því það er oft svona, ég komst að því bara í daglegum störfum, besta leiðin fyrir mig til að glósa hluti hjá mér er bara að vera með bara eitt vörðskjald til að punta allt niður sem maður þarf að pæla, frekar en að vera einhvern veginn að reyna að flokka þau svona mjög skipulega eftir því hvað þetta á að vera. Akkurat. Þannig að það er oft bara þessi einföldu hlutir, bara að byrja sem að stoppa mann. Það er í raun og veru grundvöllurinn, það er að byrja. Það er ekkert of seint, skilurðu, og í raun og besta tímin er bara núna. Þú veist, og maður má í raun og heldur ekkert vera að slá sig voðalega mikið og fast utanundir. Þetta er bara, það er ákveðnir hluti sem maður þarf að gangi gegnum og þú þarft bara þinn tíma til þess að átta þig. Sumir eru bara ungir og byrja að hugsa peninga ungir og vita hvert er stefna. Akkurat. Og skilja hlutina. En sumir byrja bara svona nokkuð seint eins og ég til dæmis og það er bara allt í lagi. Þú veist, við bara förum það bara aðeins öðruvísi aðeins, við erum aðeins kannski lengur á þessu, við erum komið börn, það er bara dýrara og en við erum hins vegar líka komið með fastar vinnu jafnvel og hærri tekjur. Akkurat. Þú veist, það er bara við gerum þetta öll svolítið ólíkt og það er bara allt í lagi. Þú veist, þannig að ég sló mig pínu utanundir fyrst. Svo bara, fyrir það að hafa ekki byrjað fyrir eða bara já, hvað þú varst að bara gera? fyrir hvað ég var eitthvað grunnhyggin í fjármálum, ég skal alveg viðurkenna það, þannig að ég sló mig svolítið utanundir en þú veist, svo er ég bara að reyna að sættast við sjálf mig, þú veist, með þetta var bara ok, þú veist, ég byrjaði bara það sem ég þurfti og ég þurfti að gangi í gegnum þetta allar þessar peningakrísur þarna áður og til þess líka bara uppskera árangurinn og bara vera sáttari, þú veist, ég
ég miklu hamingjusamari með þetta, skilur, heldur en ef ég hefði aldrei, ef ég byrja mjög ung, þá hefði ég aldrei vita hvernig er að vera í erfileikum. Nei, akkurat. Þannig að ég hef alveg verið þar sem að við höfum ekki haft efna mat, skilur, við vorum að skrimta milli mánaða. Já. Þannig að og við höfum í alvörin ekki peninga fyrir mat. Og það er staður sem ég langar aldrei til að fara aftur. Þannig að og ég mæla ekki með því. Nei. Er einhver svona, ég veit ekki hvort það sé svona nærgöngul spurning, hvort það sé komin svona, er einhver tímapunktur það sem sér fyrir þér, heyrðu, núna hér ætla ég að vera bara komin með það sem ég ætla að hafa, eða er þetta svona óljósara en það ennþá? Þetta er ennþá pínu óljóst, en ég er ég gæti sagt ætla hægt að vinna 65 ára, þá er ég samt 2 árum undan öllum mínum þú veist, félögum eða bekkjarfélögum allavega, skilur. En mér langar til þess að hætta að vinna fyrir 50. Já. Og ég veit ekki þetta af því ég er komin svona langt og ég er svolítið valtar, eða þetta rúta bara, ég ætla að komast í gegnum þetta. Þannig að en þetta mun kosta blóðsvit og tár og þetta verður ekkert auðvelt og ég veit það, en ég ætla og það kemur bara örglega aldrei langt og okkur og með því að hafa líka bara manninn minn mér við hlið og þú veist, við gerum þetta saman, þá verður þetta allt miklu einfaldra. Þú veist, við þurfum ekkert að ræða þetta, við vitum alveg hvert stefnum. Akkurat. Þannig að ég myndi klárlega, ég mæli með því að vera með einhvern sér við hlið, skilur, sem er að róa sama í sömu átt. Akkurat, það er lykilatriði og það er einmitt eitthvað sem ég hef talað mikið um og í þessum þáttum, mikilvægi þess að pör séu samstíga í fjármálum, að því það er ekkert, og það er bara vandræðilega sjaldgæft að fólk í nánum parasamböndum sem á saman íbúð eða á barn eða börn eða er að fara að kaupa íbúð eða eignast börn, taki þessa peningaumröð. Já, ég held þetta er feimnismál. Þetta er óbúslegt feimnismál og þetta er það sem ég vil útrýma. Það er þetta tabúi, sko. Og ég ég er ekkert vissum endilega að sé margir sem að vita endilega kannski hvað er standa peningalega séð. Þannig að mér finnst þetta, og ef ég væri til dæmis bara hreinlega á stefnumóta markaðanum í dag, sem þetta væri bara rétt að byrja og með þessa vitneskju, þá væri þetta örugglega eina fyrstu spurningunum mínum, bara hvernig fjármál, hvernig hugsar þú fjármálin? Ég hugsa að ég myndi gera það, af því að þetta getur sundrað heimilum og hjónaböndum. Þannig að mér finnst þetta bara grundvöllur, bæði og trúar, skilur, skoðanir og allt þetta, allir þessu bakgrunnur. Þetta er bara hluti af púslinu. Mér finnst þetta bara vera hluti af því að ef þú ætlar að deila heimili og þínu lífi með einhverjum, að þá þarftu bara að vita hvar hinn stendur. Akkurat. Og í raun og vera náttúrulega bara auðvitað hreinskilin sjálfur, hvar þú stendur og hvernig þú vilt hafa þetta. Þannig að og við getum bara svona ímyndað okkur bát, skilur, og tveir er að róa. Já. Og þú rærið í hina áttina, þú ferð ekki neitt, þú veist, þið er að rói sitt hver áttina, þannig að annarkvort snúist í hringi eða komist ekki neitt. Þannig að hvað viltu gera? Mér langar áfram. Já, þú ætlar ekki bara að snúast í hringi. Ég ætla ekki að snúast í hringi og ég ætla helst ekki aftur að bak. Þannig að ég ætla bara að komast áfram og svolítið hratt. Já. En örugglega allavega. Að taka það með. Já, það er svolítið, taka þetta svona. Já. En já. En það sem að mér langar pínu að koma að, ég veit ekki hvort að við höfum tíma til þess. Já, við höfum nógan tíma. Að því við vorum að ræða Tyrkland, þetta og foreldrar mína. Já. Við vorum aðeins búin að ræða þetta með þessa hugsun, þessa fjármála hugsun. Að ég hef ekkert haft vola marga til þess að ræða þetta við. Nei. Nema inn í lífið mitt þannig kemur þessi vinkona mín og svo náttúrulega bara á ég þetta fullt af þannig sé vinum og félögum sem að örugglega hugsa bara sitt í sínu horn og ég veit ekki það. En ég finn þarna fjölskylduna mína og allt það og því miður þá deyr pabbi minn núna í apríl og samrýkist með það. Takk fyrir það, þetta er blóðfæður minn
og ég náði aldrei spjalla við hann bara lífið, skilur, annað en bara ættleiðinguna eða þetta allt saman, þetta fortíðina. Ég náði aldrei að spjalla við hann bara hans lífsskoðanir. Ég fekk aldrei að kynnast honum. Og sem ógeðslega sorglegt, því að ég held að við séum nefnilega og höfum verið ofboðslega lík. Ekki bara í útliti, heldur bara í gerðum og öllu, hegðun og svona. En ég komst að því að eftir hann deyr að hann var sjálfur orðinn fjárhagslega sjálfstæður, sem alveg bara ótrúlega magnað. Og ég í rauninu bara komast að þessu núna bara þegar ég fer til Tyrklands núna í september. Hann hætti að vinna 52 ára. Mér finnst þetta svo mögnuð saga, bara hvernig þetta bara, hvernig sem það atvikast bara fer milli kynslóða. Já, mér finnst þetta algjörlega magnað, því að ég með minn, ég ekki segja hroka, því ég gjörsneitt hroka, en ég fer einhvern veginn hana út og ég býst alveg eins við því að þau þurfi að fá mína hjálp í peningahliðinni eða eigi eftir að biðja aðstoð eitthvað, og ég var alveg bara nokkuð opin fyrir því, skilur þannig séð. Stereotypan að Íslendingar eru tiltölulega rík þjóð, Tyrkir eru fátækari, hvort það sé ekki endilega bara heilt á litið. Svona almennt, og þetta bara allt miklu ódýrari Tyrkland, og þetta allt saman einhvern veginn, það dýrt fyrir þá að koma hingað. Akkurat. Nema hvað að þegar hann deyr, þá hann að arfleifa okkur og börnin sín af alveg gríðarlegum eignum. Og þá svona pínur detta á mig, svona pínutvar grímur, eins og maður getur sagt. Var hann vel stæður þá, og þá í raun og pínu svona fátækur á okkar mælikvarða, þannig að ég ætla ekki að vera að taka neitt af þeim, skiluru, eða var hann ríkur og á okkar mælikvarða bara hreinlega bara mjög ríkur. En máli var að hann skuldaði ekki neitt. Akkurat. Hann átti fullt af eignum og skuldaði ekkert, gat hætti að vinna, hann 52 ára, en valdi að halda áfram í sínum búskap. Hann átti nokkra jarðir þarna líka, og valdi það bara að sinna sínu, og vera sem börnunum sínum, því hann á miklu yngri börn heldur en ég líka, yngstu systkini mín eru bara frekar ung, að hann gat bara verið svolítið mikið með þeim. Þannig að hann þetta er þetta frelsi. Og hann var mjög hamingjusamur, og hann í raun og veru deilir svo þessari vitneskju áfram til sinna barna, sem eru þá systkinin mín, og þegar ég kem þarna út núna í september, bara held að ég sé bara í góðum málum, skilur upp, bara með sjálfur mér, ég er ekkert að mæta þarna neitt með einhver hróka eða neitt svoleiðis, nema systkinin mín vilja mjög mikið tala peninga, sem kemur mér ótrúlega óvart, og ég bara auðvitað opin fyrir því, og svo kemur bara meira og meira ljós bara hvað þau eru ótrúlega klár í peningum. Eru að fjárfesta, eru sjálf hættar að vinna, sjálfar, eitthvað mögkonur eru hættar að vinna, þau eiga flest nokkrar íbúður, aukalega, sem eru þá leið út, og skilum, þetta, ég var svo, þú hefur ekki búist við þessu. Ég bara bjóst enga megin við þessu, og ég er svo innilega hilluð, af því að ekki bara, skilu þið mig ekki miskilu mig að ég sé bara heilla peningum, heldur bara hugarfærinu. Þetta er ekkert auðvelt þarna. Og hann, ég get bara sagt að hann var í rauninu meira ríkur á íslenska mælikvarða, sem er bara rosalega erfitt þarna úti. Og við erum að tala mánaðarlaun kannski upp á 4.000 tyrkneska lýru, sem er bara, ég veit ekki hvað 200.000. Það eru rauninu mánaðarlaunin. 150, ég man ekki hvað það er eins, en það skiptir kannski ekki öllu máli, en hann ætlaði bara að eiga fyrir öllu, og hann var líka búin að tryggja það að börnin sín þyrfti ekki að líða skort. Og það er ákveðin hugsangangur þarna líka úti að foreldrarnir kaupa, þegar þau eignast börn, þá kaupa þau íbúð, eða allavega systkini mín gerði það og pabbi, fyrir hvert barn. Og þegar barnið loksins flytur svo íbúðina, þau eru búin að leigja jafnvel íbúðina í 18, 20 eitthvað ár,
flytur loksins íbúðina, þá er íbúðin skuldlaus og barnið eða fullorðni einstaklingurinn flytur íbúðina, hann getur fara að safna sér fyrir næstu. Þetta er alveg meiri háttar forgjöf. Þetta er svakalegt og svo bara það undir hverjum einum, hvað ætlar að eignast mörg börn? Ok, ég ætla að eignast 3, ég byrja bara strax að kaupa fyrstu eignina, skilur það er bara fyrsta barnið mitt sem kemur þarna og svo bara næsta en pabbi hugsaði þetta hans lengra, hann hugsaði þetta þannig að hann ætlaði að eiga fleiri. Bæði keypti hann síðan í fyrirtæki sem að gefur af sér og náttúrulega á einhverja stóra byggingu og með fullt af íbúðum. Þannig að hann hugsaði þetta bara hans lengra og þetta er maður sem var mjög fátækur og átti enga foreldra og misti á mjög ungur. Þannig að þú veist, þetta er maður sem kom sér upp úr fátækt. Þannig að þú þarft ekki að fæðast ríkur til þess að geta gert það sem ég langar til að gera. Það er ímislegt sem stendur manni til boða. Já. En þetta heillaði mig gríðalega og ég hugsaði bara, vá, ég var að byrja að hugsa bara eins og pabbi búin að vera að hugsa alla ævi. Þetta var þorglega verið mikil vinna fyrir hann. Þetta er bara örgulega gríðalega vinna. En hann náttúrulega, að því að hann gat hætt að vinna þarna 52 ára, þá einbætti hann sér að því sem honum fannst skemmtilegast, það var að vera í búskap og hann var að með svona nokkra akra sykur, hann var að framlega sykur eða sykur og eitthvað meira sem hann svo seldi þannig að hann var alltaf að búa til pening í sínum frístundum þannig að þetta var bara hobby sem hann bara naut góðs af þannig að ég er bara samgleðst honum fyrir að hafa einhvern veginn að geta leyft sér þetta í öll þessi ár áður en að deyr. Akkurat. Þannig að minnst þetta bara magnað. Þetta er magnað. Og ég vildi óska ég hefði vitað þetta áður því þá sætu við og spjöllum þetta og peninga. Því að þetta er mjög mikið áhugaefni hjá systurum minnum með allan hana. Já, þetta er skemmtilegt hvernig þetta gerist. Já, þetta er alltaf magnað sko. Ég held að við séum bara komin ansi langt með það sem við vildum spjalla hérna. Já. Er það ekki? Er eitthvað sem við erum að fara stórkostlega með svið heldur við? Ég er ekkert viss um það. Nei, það held ég ekki. Nema bara, þú veist, ef einhver er að hugsa svipaða, þá náttúrulega endilega að reyna að googla, koma inn á heimasíðinu okkar eða hópin. Færa á Íslandi á Facebook og þetta peningakasti sem að þið GóGó eru með. Já, við náttúrulega í raun og byrjum með þetta bara til þess að í raun og að okkur langar svo til þess að fá sem flesta með okkur í þetta. Því að þið langar heldur ekkert að vera 50 ára og enginn með þér að upplifa fægir. Þið langar ekkert að vera einn og bóri nefaður, kannski að horfa á Netflix allan daginn. Þið langar að hafa einhvern félagskap líka. Og við býðum spenntar eftir að geta gert þetta og við viljum fá sem flesta með okkur og bara hafa gaman. Já, því það er nefnilega með þetta því fleiri sem að það að vera góður í peningum gerir það ekki að verkum að ef einhver annar verður góður betri í peningum en hann er í dag, það dregur ekkert frá mér, það í rauninni bara gefur mér ef eitthvað þannig að þetta er svona kollektíft. Já, og þetta er það sem að akkurat gerðist svolítið þegar ég fór að hugsa um þetta að þá fór ég allt í að stinga og svona ég segi svona ósannlega blöðrur ég byrjaði að fara ég fór að byrja að ræða peninga við vinkonum mínar og svona fólk sem mig langaði svona til þess að vita aðeins meira hvort það væri að hugsa það sama að það gaf mér ótrúlega margt og ég allt í einu sá ég að vinkonum mínar kannski til 40 ára jafnvel voru að hugsa nákvæmlega sama og ég en byrjuði bara fyrir 15 ára síðan og ég var alltaf að klóra mér haustum yfir hvernig fólkið eða vinkonum mínar færa að því að verða svona þú veist, efnaðar en nú veit ég það, nú skil ég þetta þannig að og ég bara styrti bara tengslin og nú bara leita ég í fólk sem er klára en ég og ég samgleðst þeim og ég bara, mér finnst það frábært ef einhver er ríkari skilur eða, þá finnst mér það dásamlegt þannig að þetta hefur allan að gefa mér miklu meira heldur en að taka frá mér. Ég held að það séu bara rosalega falleg loka orði þessum þætti. Kolbrún Sara Larsen, takk kærlega fyrir komuna í leitina af peningunum og vera mjög gaman að
spjalla við þig. Já, sömuleiðis. Takk fyrir það. Og ef þú, kæri hlustandi, hafðir ánægju eða gagn af þessu spjalli, þá máttu endilega benda vinum þínum og fjölskyldu jafnvel á að hlusta á leitina að peningunum. Og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitin að peningunum. Takk fyrir að hlusta.